þetta er þáttur 3. Ég er að taka alla þessa þætti núna græðlega á sama dag. Ég tók smá nap áðan og er aðeins feskari. Það finnst mér smá þreyttur en aðeins feskari. En núna víst að við erum búin að fara yfir allt svona það aðal sem þú mynd nota mikið. Það þurfum við samt að passa að þú þekkir alveg price action, að þú getur lesið chartið með öllu sem þú kannt, sem sagt að nota það bæði upp og niður. En það er svolítið meira heldur en bara að lesa markaðinn. Það er einnig tími sem að þarf að koma sér inn í þetta allt líka. Algoritminn, hann er ekki alltaf í gangi alltaf. Algoritminn fer á stað klukkan 7:30 New York local time, sem er sem sagt þú fer bara hérna niður í tíman hérna niðri og breytir þessu í -4. Það er svolítið gott að þú setur þetta bara í -4 í staðins að muna tímana inn á, þú veist, okkar tíma, bara klukkan hvað hún er hjá okkur, í staðins að muna þetta sem, þú veist, ok, markar opna 9:30 Bandaríkjum en það er klukkan 1:30 hjá okkur, út af því að það er sem sagt daylight savings tímar í Bandaríkjunum, þannig að einhver tíman yfir árin þá skiptist það í +1, sem sagt þá er UTC -5 og svo fer það aftur í -4 einhverjum hálfa ári setna eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það skiptir svolítið milli, þannig í staðans að muna að markarinn opnar 1:30 og svo aftur klukkan 2:30 þegar local time breytist, þá er svolítið fínt bara að muna þetta allt í New York og treyta varðandi New York tímans, því að þegar þú ert í þessari vinnu, og ég ætla að tella þetta sem vinnu, ekki sem eitthvað hobby eða leið til að græða pening hratt, því að það er ekki það sem ég er að kenna ykkur. Ég er að kenna ykkur einfallega hvernig þá að lesa hlutabréf, hvort sem það er Forex, Nasdaq, S&P 500, Tesla, Apple, því að þetta virkar á öllu svona hágæða eða svona mikið treyta stocks, það sem að margir er að kaupa og selja. Allt þetta eftir sem ég er að kenna virkar best á Forex en virkar hins vegar á futures, og ástæðan okkur við til dæmis notum futures er út af því að það leyfir okkur að kaupa og selja með engin skilyrði til að setja okkar eigin peningin. Hvernig virkar það? Það er sem sagt að þegar við seljum þá erum við að veðja upp á það að þegar markarinn fer niður þá fer hann niður, þegar markarinn fer upp þá fer hann upp, og þegar hann loksins klárar sitt ferli þá annarkvort er þitt bet hagnaður eða ekki. Ég veit ekki hvernig þetta virkar til dæmis sportbetting. Ég veit ekki að þegar þú ert að, þú veist, betta á Man U móti City eða eitthvað svona, að þá taka peningin að þér. Ég veit ekki hvort það sé þannig, en það gæti verið einhver staðar í heiminum að þegar þú gerir það þá er peningurinn tekin af þér eftir að leikurinn er lokin og eftir að bettið hefur klárast, og hann er þess að tekin af þér þegar þú tapar eða það er lagt inn á þig ef þú vinnur. Þannig að það er engin skilyrði fyrir þig að hafa pening inn í markaðinum. Þannig að þegar ég segi ég keypti, þú veist, 3 stykki af Nasdaq, þá keypti ég ekki 60.000 bandaríska dollara virði af Nasdaq. Ég keypti einfallega mitt skilyrði, minn rétt til að veðja upp á að markaðin sé að fara upp og niður. Ég sett engan pening inn, en ef ég tapa þá er tekið út af reikningnum mínum, og ef ég vinn þá er millifært inn á mig. Þannig að það er engin óþarfa færsla á pening inn á reikningnum. Þú serð aldrei, þú veist, einhvern pening hverfa úr reikningnum. Það getur alveg verið hættulegt að sjá að það er engin peningur að fara inn og út og þú heldur að þú ert bara með allan pening í heiminum, en hins vegar þú getur tapa peningur rosa hratt inn á þessu með sem sagt þessu hugafari. En aftur svolítið með tíma, markarinn opnar 9:30 í Bandaríkjunum og við viljum þess að treyta eftir þann tíma. Það er hægt að treyta á milli 8 til 9:30, það er killzónið, sem sagt frá milli 8 til 9, milli 8 til 11 ætti að segja,
eða 12, það er killzoneið fyrir okkur til að treyta. Ég vil hins vegar að öll ykkar treyti á milli 9:30 til 11. Þetta er bara til að búa til sem sagt sjálfsaga að leið og klukkaslar 11 og þú ert ekki búin að taka neitt treyt frá milli 9:30 til 11, þá slekkur þú bara á markanum. Þú kallar þetta gott í dag, þú treytar ekki eftir hádegi eða eftir hádegi í New York. Þetta er einfallega það sem þú treytar. Ef eini skilurinn sem að þú treytar þetta ekki er að þú hefur engan tíma til að gera það, þannig að þá getur þú treytað London sem er sem sagt milli 3 til 4, eða þú getur þá treytað PM session sem er milli 12:30 til 1:30 til 3. En ég vil sem sagt að þið öll treytið á milli 9:30 til 10, sem er sem sagt 11 frá 9:30 til 11, og ef að ekkert myndast á milli þennan tíma þá slekkur þú á markaðinu. Aftur, skilurinn að þú mátt treyta PM er að þú hefur einfallega ekki tíma til að treyta 9:30 eða New York AM session. Ef það kemur fyrir að þú vilt treyta eftir þess að hádegi og þú fékkst ekkert treyta á milli 9:30 til 11, mér er alveg sama, þú ert ekki að fara að treyta á milli 13:30 til 3, út af því að þú hafðir tíma til að fylgjast með þessu og þú mistir af eitthvað sem gerist hér. Þá er best bara fyrir þig að krota út og journala allt sem gerðist. Myndaðist 2022 módelið, var markan í Premier Discount, hvar myndaðist market structure shift, klukkan hvað var gefið entry sem að þú tókst ekki eftir eða sem að þú náðir ekki að sjá. Fyndu bara út úr þessu og fyndu hverju þú mistir af. Þannig að næst þegar þetta gerist þá ertu tilbúin til að kaupa eða selja þegar þetta gerist. Þið takið svolítið eftir í að markarinn gefur sitt entry oft á sama tíma eða cirka svipum tíma, en ég fer í gegnum það betra seinna. En sem sagt milli 9:30 og 11 vill ég að þið treytið, en það er í lagi ef þið treytið á milli sem sagt 9:30 til 12. Milli 12 til 1 þá er svolítið stránglega banna fyrir ykkur að treyta. Þetta er tími sem að algóin er ekki í gangi. Algoritminn er frá klukkan 7:30 kvöldi til sem sagt 12 næsta dag. Það er hvernig algoritminn er í gangi. Hann stoppar klukkan 12, sem sagt klukkan 12:01 er algoritminn ekki í gangi og byrjar svo klukkan 1. Hvað meina ég með því er að algoritminn er ástæðan okkur markaðar hreyfist, eða bankar væntanlega og large, how institutions í Bandaríkjunum hreyfa svolítið markaðin, en algoritminn hættir að virka milli 12 og 1, sem þýðir það sem sagt að öll þessi hreyfing hérna er sköpuð af fólki sem er að kaupa og selja. Algoritminn hafði ekkert með þetta að gera, að þetta er allt fólk sem voru að kaupa og selja hérninni. Algoritminn hafði ekkert með þetta að gera, sem þýðir sem sagt að kaupa og selja innan í þessum tímaramma er, myndi ég segja, stórhættulegt. Þannig að á milli 12 og 1 vil ég ekki að þið séð að treyta. Eftir 1 fer algoritminn aftur á stað, en það er ekkert endilega tiltekið fyrir ykkur að fara að byrja að treyta aftur. Þessna vil ég að þið byrjið að leita aftur klukkan 1:30. Það er tíminn svona sem að þið megið byrja að skoða hlutabréfamarkaðinn aftur eða megið kaupa eða selja. Munið að skilurinn eru svo að ástæðan okkur þið megið treyta New York PM er að þið höfðuð ekki tíma til að treyta New York AM, eða þið voruð í vinnu, þið voruð í skóla, þið voruð í hvað sem er, í húsdýragarðinum eða eitthvað. Það er eini skilurinn er að þið treytið New York PM. Eitt sem ég vil bæta líka er að ef að þið eru alltaf að treyta New York AM en þú ert svo einn daginn upptekinn fyrir New York AM að þú nærði ekki, en þú ert vanur að treyta New York AM, slepptu þá að treyta New York PM. Sá dagur er bara no trade day fyrir þig. Þú ert ekkert að fara að kaupa eða selja eftir 1:30 eða eftir 11 ætti að segja
þú ert ekki að fara að kaupa að selja neitt bara út af því að þú ert upptekin yfir daginn. Sjálfsæginn þinn þarf bara að vera það sterkur að þú getur gert það. Í stað farðu bara yfir það sem markarinn gerði á milli 9:30 til 11 og fylgstu með klukkan hvað og hvenær hlutinir gerðist. Markarinn lokar klukkan 4, eða New York markarinn lokar klukkan 4, Kauphöllin í New York lokar klukkan 4 og þá ættir þú að vera búin að loka öllum treytum fyrir það. Markarinn hins vegar opinn á milli 4 til 5 eins og þið sjáu hér. Hann ennþá opinn en hreyfingarnar eru rosa litlar, þannig að það engin hagnaður eða ekkert benefit að vera ennþá í markanum eftir þetta. Ég ætti kannski að segja að milli 3 og 4 power hour, sem að þýðir að algoritminn í hæstu, hvað ætti ég að segja, bara að algoritminn í fullum gangi að klára markaðin. Ef hann náði ekki að klára eitthvað yfir daginn, þá mun hann klára það hér á milli 3 til 4. En aftur, ég vill ekki að þið séu að treyta eftir hádegi nema þið hafið þessi skilyrði að þið náðu ekki að treyta New York AM. En það bara, sem sagt, já, hvað ætti ég að segja, þetta bara fínt að þið vitið það. Ég ætla ekki að fela þetta frá ykkur út af því að ég vill ekki að þið séu að treyta þetta. Ég vill bara láta ykkur vita að þetta til en þið þurfa að búa til sjálfsæði kringum að vera ekki að treyta milli þessa tíma. En milli 3 og 4 það sem sagt power hour, það sem að markarinn reynir að klára eitthvað sem hann náði ekki að klára yfir daginn. En eins og við sjáum til dæmis í dag, föstudagurinn 27. september, þá var hann búinn að klára allt sem hann vildi gera í gegnum New York AM, lunch og PM. Þannig að hann gerði ekkit yfir power hourið. Þið sjáum sem sagt að það ekki alltaf sem power hourið gerir það sem það vil gera. Þetta allur tíminn varðandi intraday trading með stocks. Við skulum núna svolítið fara betur yfir að lesa markaðin, að lesa hvernig hann virkar. Þeir komið með tíma niður, ég vil að þið svolítið farið yfir hvenar hlutir gerðist, hvenar 2022 módeli gerðist, hvenar market structure shift mynduðist, klukkan hvað, takið tíman yfir allir því og glósið það svolítið niður inn í hvort sem þeir með Notion eða Word document eða ef þeir bara takið 1990 á þetta og eru bara með blað og blýant. Þá vill ég að þið takið tíman fyrir klukkan hvað hlutinni gerðist og klukkan hvað, bara klukkan hvað hlutinni gerðist. Ég skal benda ykkur á að skoðið vel á milli 10 til 11. Ég ætla að hafa það svolítið svona mystery, en farið inn í ykkar chart og skoðið tíman á milli 10 til 11. Ég nefnilega tók til dæmis trade í dag á milli 10 og 11. Ég fór short hérna og þið með svolítið reyna að finna út af hverju ég tók short, en þetta þess að trade sem ég tók í dag. En á milli 10 og 11 skoðið það svolítið vel. En þótt að við séum ekki sem sagt retail traders, þá notum við samt svona patterns. Sem ég meina með því að sumir nota bull flag, bear flag, head and shoulders, cup, allt þetta. Við notum þetta ekki því að þetta retail traders mindset. En við notum hins vegar það sem heitir 3 drives pattern. Að markan mun reyna 3 sinnum að taka út liquidity. Ef það tekst ekki í 3. skipti, þá mun það gefast upp. Markarinn mun gefast upp að fara í liquidity og snúa svo bara við. Við sjáum þetta alveg helvíti oft gerast, að markarinn reynir 3 sinnum og snýr svo við og gefst svo upp. Þetta gerist bara þegar markarinn nálægt liquidity. Þú veist, eins og ef við zoomum til dæmis hérna, þetta alveg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en við ekkert nálægt liquidity-inu, þannig að það engin ástæð fyrir okkur að búa til 3 strike pattern. En ef við förum bara aðeins ofar þar sem það búið að taka út liquidity og það örugglega einhver meira liquidity hérna fyrir ofan sem að ég nenni einfaldlega ekki að skoða,
en eins og við sjáum bara strax hérna er að við höfum 1 strike, 2 strike, 3 strike. Markaðurinn svo feilar að koma aftur upp og heldur svo áfram niður. Þetta er þetta 3 strike pattern, að það tekur út high, tekur út high, tekur út high, reynir aftur en gefst svo upp og markaðurinn snýr sér svo bara við, heldur áfram niður. Það er væntanlega einhver ástæða af hverju markaðurinn snýr sér við hér. Það er eitthvað meira hérna uppi sem er ástæðan fyrir því að markaðurinn snýr sér við, en það aðal sem þið sjáuð er að markaðurinn feilar, reynir í 4. skipti en nær ekki að taka út þetta buy side liquidity. Ef við finnum einhver fleiri dæmi með 3 strike patterns, þau eru einfallega út allt. Þú veist, þetta er svo algengt sem það gerist. Við getum til dæmis tekið bara þetta hérna sem dæmi. Við erum með buy side liquidity hérna. Markaðurinn reynir einu sinni, þið sjá að það er ennþá fyrir neðan buy side liquidity, reynir 2 svar, aftur, það er fyrir neðan buy side liquidity, reynir 3. skiptið og loksins tekur út þetta buy side liquidity. Að fyrstu 2 strækin eru alltaf undir eða fyrir ofan liquidity, fyrir eftir hvort að við erum að tala buy side eða sell side liquidity, en fyrstu 2 strækin klúðra því að ná buy side liquidityinu, en 3. stræki loksins tekst þess. Það kemur væntanlega fyrir að 3. stræki nær ekki að taka út liquidity, en þá mun það bara gefast upp og hann er samt hvort þið halda áfram niður. Vist, ef ég myndi bara stróka þetta út og segjum bara að liquidity sé eitthvað starf hér, að buy side liquidity væri hérna, bara random tala hérna, að það myndi reyna 3 svar að fara upp eftir buy side liquidity hérna, en það gæti gæst að markaðurinn gefst upp og heldur bara áfram niður. Það gerist líka, en oftast þegar við erum að skoða 3 strike patternið eða 3 drive patternið, þá viljum við sjá 3. kertið eða 3. tilraunina taka út þetta buy side liquidity. Það er nákvæmlega það sem við viljum sjá. Það er örugglega meira en að ef ég fer til dæmis bara á hourly time frame, þetta myndast á sem sagt öllum timeframeunum, þetta 3 drive pattern. Þau geta verið stór eins og þau sáðu á 1 mínútinni, þau geta einnig verið á á hourly timeframeinu, 1, 2, 3, 3. driveið, þau gefast upp, markaðurinn heldur áfram niður, við erum með fair value gap og markaðurinn, já. Þetta 3 drive, ég er svolítið bara komið bearish, er ég ekki með eitthvað bullish hérna, hlýtur að vera eitthvað þetta. Ég ætla svolítið sína það líka, að þetta gerist í báðar áttir. Kannski erfiðar að sjá þetta á hourly timeframeinu, en þið skiljið pointið. Það væri til dæmis sama með ef við værum bara með sell side liquidity, þá myndi það líka vera með að markaðurinn reynir einu sinni, 2 svar og svo í 3. skiptið og svo heldur áfram. Að þetta er þá 1, 2 og 3. Að við viljum sjá 3. strækið taka út liquidity, en muni líka það þarf ekki alltaf að gera. Markaðurinn getur gefst upp og haldi bara áfram að fara að sína það byrjar að gefast upp. En hins vegar þegar við sjáum alltaf liquidity vera tekið út, við viljum sjá obvious displacement, að það er alveg harkalegt push niður eða upp. Við viljum alltaf sjá það gerast. Eins og þið sjáum með þetta dæmi í dag, þá er það 1, 2, 3, þið sjáum svo að markaðurinn fer vel niður, og það er akkurat það sem við viljum sjá eftir að 3. stræki er búið. Og þá draugum við út þetta fair value gap sem við erum með, og við vonum svolítið að markaðurinn heldur sig við það. Þið sjáum að hann gerir það, hann fer svolítið mikið upp, en þið sjáum að við erum með þetta displacement sem sannar fyrir okkur að markaðurinn er niðurleið. Við erum einnig með þetta market structure shift hérna, en við sjáum bara 3 strike patternið og displacement.
Það allt sem við þurfum til að staðfesta fyrir okkur að markarinn á niðurleið. Svo draugum við bara út þetta low hanging fruit sem væri þá þetta low hérna, og þið sjáuð að með reyndar mjög löngum tíma, tekur 1 klukkutíma og 4 mínútur, en markarinn tekur út þetta low hanging fruit. Það sem ég vill að allir muna og að allir fara eftir að þið þurfið alltaf displacement þegar þið ætlið að reyna að kaupa og selja. Að ef þú til dæmis mistir af þessu shorti hérna, þá þarftu samt displacement til að koma þér aftur inn í markaðin. Ef þú myndir reyna að selja eitthvað þar hérna uppi, þú veist, eftir að markaðin búin að koma sér inn í þetta, og þú myndir kannski sjá, hérna annað fyrir value gap sem ég geti reynt að selja. Ég myndi kalla þig gambler, ég myndi kalla þig DJ. Af hverju? Jú, út af því að við erum ekki með þetta displacement sem við erum að leitast eftir. Það sem að ég vill að allir leitast eftir akkurat þetta. Ef þú seldir hér, ég myndi kalla þig gambler, einfallega út af ástæðina, það ekki displacement. Ef þú myndir hins vegar selja hérna, ég myndi verið í lagi með það, því að við erum með þetta drop sem myndar market structure shift. Ég ætla að sýna að þetta hérna ekki market structure shift, þið sjá að kertin lokast ekki fyrir neðan og það engin kraftur hérna fyrir neðan. En þetta, þá fáum við market structure shift, við fáum jafnvel market structure shift hérna niðri, enda öflugara. En við erum með þetta stóra fyrir value gap eftir á þessi. Þannig að þú myndir selja hér, ég myndi kalla þig gambler, ég myndi kalla þig DJ, ég myndi segja þú veist ekkert hvað þú að gera. En ef þú myndir selja hér, ég væri ok með það, því að við fáum þetta displacement. Í allar áttir, ef þú ætlar að reyna að joina eitthvað trend, ef þú ætlar að reyna að kaupa eða selja hvar sem þú ert ekki að fara að kaupa og selja yfir hverju einasta fyrir value gap sem þú sérð. Það ekki eitthvað sem þú ætlar að gera. Þú ætlar alltaf að finna þetta displacement, að sjá þetta displacement koma og myndast og gerast. Ef við förum bara yfir til dæmis daginn í gær, það var svolítið harkalegt og svolítið mikið niður, og ég veit að margir voru að selja bara eitthvað staðar hérna. En eins og að þú myndir selja hérna, það var í lagi. Við fáum displacementið, við fáum market structure shift, þetta fyrir value gap sem að ég virði og myndi treysta. Sama með hér, markaðurinn hrynur niður, við fáum annað fyrir value gap, ef þú selur inn í því, það í lagi. Ef við draugum svo út bara rangeið á öllu þessum, förum bara á 15 mínútur, það væri frá hingað og upp, segjum svona hingað, mér sýnist þetta hérna vera læsti punkturinn, svona, aftur á 1 mínútuna. Sama, þú veist hérna, við sjáum allt þetta displacement, við sjáum ennþá meira displacement hérna. Ef þú myndir selja inn í þessu eða þessu hérna fyrir value gapi, það líka valid, út af við höfum allt þetta displacement fyrir neðan okkur, að markarinn hrynur, kemur með smá entry aftur og heldur svo áfram niður. Sama hér, við fáum harkalegt hrun niður, við fáum okkar fyrir value gap, svona. Þú myndir selja inn í því og höldum áfram niður. Hérna, ég myndi kalla þetta svolítið gambler. Við höfum ekkert market structure shift, bara ekki neitt. Við höfum hins vegar displacementið, það þarna, en það ekkert market structure shift. Það ástæðan okkur við skoðum alltaf þessa 2 faktora saman, market structure shift og displacement. Aftur, við höfum displacementið eftir að við fórum inn í þetta fyrir value gap, við höfum market structure shifti hér og við höfum fyrir value gapið og við seljum inn í því og höldum áfram niður. Sama með, þetta þetta mjög tæft, ég var að taka eftir í, en hérna sem sagt 50% línan af sem sagt þessu dealgreiti minni premium discount. Þegar við erum komin inn í því, þá erum við ekki að fara að selja meira, þannig að þetta línan sem við erum að fara eftir, svona. Þannig að allt fyrir neðan þetta, við myndum ekki fara short. Þannig að þetta fyrir value gap, við myndum ekki selja inn í þessu. Það ekki reglur okkar. En
sjá við höfum aftur þetta 3 drive pattern 1, 2, 3 og hrynjum aftur niður eins og þið sjáið tíminn sem að markarinn byrjar að hrynja er væntanlega 9:30 en ef við skoðum til dæmis klukkan 10 munið skoðum á milli 10 og 11 það er svolítið mikilvægir tímar að við höfum market structure shift, við höfum þetta displacement, við höfum þetta litla fyrir velja ekki að hérna og við myndum selja inn í því. Þetta allt frá hingað uppi til hingað niðri, það í lagi til að selja. Allt fyrir neðan 50% línuna á dealing rangeinu, það ekki í lagi. Sko, næst sem ég vildi tala mikilvægi 15 mínútur timeframear. Þú getur annað hvort skrifa bara 15 bara inn á þú veist hvar sem bara skrifa 15 með lyklaborðinu eða þú getur farið hingað upp og valið 15 mínúturnar. En ég vill svolítið að þið skoðið áður en að markaðurinn opnar eða bara þegar þið eruð inni að leita fyrir treyti að skoða 15 mínútur timeframe. Fyrir mig 15 mínútur timeframe svolítið mikilvægt bara að finna, þú veist, fair value gaps eða market structure shift eða buy side liquidity, sell side liquidity, premium og discount og market structure shift líka út af því að 15 mínútur timeframeið perfect fyrir okkur intraday að við virðum bara 1 fair value gap 1 til 2 fair value gaps á dag með 15 mínútur timeframeinu. Væntanlega þegar þið farið í þú veist, klukkutíma timeframe og 4 ára timeframe þá erum við svolítið bara að leitast eftir það sem heitir draw on liquidity, hvert markarinn að fara en ég fer svolítið dýpar í það seinna. En ef við tökum bara eins og þessa viku, við höfum þriðjudaginn hérna til vinstri og við höfum miðvikudaginn eins og hér. Það sem ég sé strax að við erum með buy side liquidity hérna frá þriðjudaginum og einnig höfum við sell side liquidity hér. Þetta eru rosalega obvious liquidities. Þið sjáu bara að þetta hæsta svingið og þetta læsta lowið inn á þess að frá, hvað heit ég að segja, bara miðjunni hérna til vinstri. Þetta eru svona mest obvious svingpunktana sem við sjáum. Ef við förum svo yfir á miðvikudaginn, segjum að við erum að treyta hérna miðvikudaginn, að við erum bara að draga út hérna frá þriðjudeginum og við ætlum að treyta miðvikudaginn. Það sem ég sé strax að við erum með, svo sagt, 1, 2 og 3. Þetta þetta 3 drive pattern og við sjáum að fyrsta reynir að fara í liquidity, feilar seinna, reynir aftur, feilar og svo þriðja loks tekur út þetta liquidity. Það tekur alveg að reynda að marka einn langan tíma að fá þetta displacement sem við erum að leitast eftir því að þegar við sjáum þetta 3 drive pattern við viljum sjá svolítið obvious displacement að markaður fer vel og harkalega upp. Þannig að við sjáum eftir smástund, þetta þetta klukka sko 8 yfir daginn, þannig að þetta hérna Asia session sem við treytum ekki en það ekki punkturinn minn hvernig þetta virkar. Við fáum þetta 3 drive pattern, við fáum svo loksins þetta market structure shift með okkar displacement og þetta displacement myndar hitt heimsfræga fyrir value gap hér, ég ætla að gera þetta grænt því að þetta bullish fyrir value gap aftur markarinn feilar að sækjast í buy side liquidity en það nær því loksins á endanum, þannig að ef þú værir að treyta Asia session, þú myndir setja buy sérna, ég veit ekki stop loss bara hér eða eitthvað, jafnvel hérna niðri svolítið lélegt trade en það verður bara að hafa það en þetta væri þá þú veist 15 mínútur timeframeið að við fáum buy side liquidity, sell side liquidity, buy side liquidity. Þið munið það að þetta markarinn flakkast á milli þetta að hann sækist alltaf í buy side, sell side, buy side. Þið kannski spyrjið en hann fer ekkert í sell side liquidity eftir að taka út buy side hér. Ef við skoðum bara aftur zoom aðeins inn fyrir 15 mínútur timeframeið þá þetta hérna sell side liquidity og þetta allt sem að markarinn þarf til að halda áfram á uppleið. Þetta ekki gott sell side liquidity en þetta hins vegar sell side liquidity. Þannig að aftur við sjáum buy side, sell side, buy side, sell side og svo örugglega eitthvað swing high, þú veist já, hérna til dæmis. Drögum bara þetta út. Jafnvel þetta hérna. Gerum bara svona línu hér, svo þetta ekki að draga þetta út. En þið sjáuð að markarinn
fer sem sagt í aftur buy side liquidity, svona fer svo aftur í sell side liquidity hér, svona fer í buy side, þetta er allt sem markarinn gerir. Ég veit þetta svolítið stórt buy side liquidity rate, hins vegar þetta buy side liquidity rate. Sáum við hér sell side, lítið sell side en hins vegar sell side. Ég svolítið að reyna að festa inn í ykkur að hvert einasta swing low sem þið sjáuð á þessu charti hérna, hvert einasta swing low og swing high sem þið sjáuð, það liquidity, kannski ekki stórt en það liquidity. Þetta liquidity eins mikið liquidity og þetta hér. Það vantilega fleiri með stopplossu sitt hér en þetta liquidity. Þannig að markaðurinn þarf ekki endilega að koma allaleg hinga niður til að halda áfram upp. Það nóg fyrir markaðinn að stoppa allt fólki sem var að kaupa hérna inni, stoppa þau út áður en að markaðurinn heldur áfram upp. En á 15 mínúna timeframe ykkar, þegar þið eruð að gera eitthvað tilbúin fyrir að treyta, þá mæli ég svolítið með að þið sjáu bara dragið út öll þessu helstu highs og lows sem þið sjáuð. Við höfum buy side hérna, buy side hér, eins og við sjáum við tökum út þetta buy side liquidity og förum aftur niður, tökum út sell side liquidity og svo erum við einnig með sell side liquidity hér, það sell side liquidity hérna, einnig hérna, að bara gera svolítið hefð að króta út sem flestu buy side og sell side liquidity sem þið gerið. Þið munið væntanlega minnka þetta því lengra ferli eða meira sem þið gerið þetta, að þið munið kannski draga út bara fyrst þetta sell side liquidity, þegar það loksist tekið út, þá munið þið draga þetta út. Þannig að þið ekki með svolítið margar línur inn á chartinu ykkar, en það sem ég vill að þið gerið að þegar þið að komin í markaðin, að þið að gera eitthvað tilbúin fyrir markaðin, að þið munið að markaðin sækist í það að fylla liquidity og imbalances fyrir value gaps, að markaðin flakkast á milli að sækjast í liquidity og að sækjast í equilibrium, eins og þið sjáuð að við markaðin droppa niður, kemur aftur upp, býr til buy side liquidity, fyrir aftur niður, fyllir þetta hérna fyrir value gap hér, fyrir aftur upp, tekur út buy side liquidity, fyrir ofan equilibrium í premium segi ég, af þessu dealing range hérna, sem gefur okkur leyfi til þess að selja, markaðurinn heldur áfram niður, tekur út sell side liquidity. Þetta meikar fullkomið sens, það ekki? Þetta svolítið perfect heimur innan í hlutabröfum. Þetta kannski ekki eitthvað rosalega algengt eða eitthvað svoleiðis, en þetta svona það sem markaðurinn gerir. Og þetta það sem hann endur tekur sig aftur. Hann sækist í að taka út liquidity eða að engineera liquidity, fá fólk til að selja það sem þau ekki verið að selja og fá fólk að kaupa það sem þau ekki verið að kaupa. En það akkurat það sem ég að reyna að kenna ykkur og hvernig þið getur forðast þess að selja og kaupa á röngum tíma. En já, þið sjáuð að markaðurinn droppar, býr til sell side liquidity, kemur aftur upp í premium þar sem fólk kannski að selja á þessu hérna fyrir value gapi. Markaðurinn kemur upp, býr til liquidity, heldur áfram niður, kemur aftur út, tekur liquidity til að stoppa alla sem voru að selja hér, stoppa þau út og loksins heldur svo áfram til að taka út sell side liquidity. Hvað næsta target? Við vitum það ekkert endilega, en við þurfum ekkert endilega að vita fyrir bara á morgun þegar klukkan 9:30 og markaðurinn að opnast upp á nýtt. Þá bara strókum við allt út og krótum allt upp á nýtt. Hvað læsta lowið? Það þetta hér. Hvað hæsta highið? Það þetta hér. Við höfum einnig buy side liquidity hérna, kannski fínt að taka það út. Hvað dealing range? Við skulum bara checka á því snöggvast. Bara búa til svona hefðir. Bara að þegar markaðurinn að opna, að byrja bara að króta út eins mikið og þið getið. Kannski fara á klukkutíma timeframe til að króta ennþá meira út. Fara á daily timeframe til að finna ennþá meira til að króta út. Aftur á 1 mínútuna, sjá hvert standið. Ok, þetta liquidity, ég þarf þess ekki, þú veist. Krótið mikið og strókið svo út eftir á. Ekki króta lítið og svo sjá eftir því að þegar að þú ferð í long og svo stopplosið bara triggerað bara leið. Þú veist, að þá, shit, ég gleymd að króta út dealing range. Ég vissi ekki hvar premium og discount var. Punktur minn sem sagt að skoða mikilvægi 15 mínúna timeframe,
svolítið gera sig hefð að sjá þetta 3-drive pattern, þessi 1, 2 og 3, að venja sig á að króta úr dealing range